Gott kvöld, velkomin í Fokkfréttir. Reykjavíkurborg hefur kynnt nýtt búsetuúrræði fyrir heimilislausa sem felst í að þeir gangi í hringi í Elliárdal og íhugi eigin ábyrgð. Að sögn borgarstjóra þetta hluti af stefnu þar, sem húsnæðisvandinn endurrammaður sem lífsstílsvar. Seðlabankastjóri segir verðbólguna nú vera komna með mannlega sjálfsvitund og tjá sig við hann í gegnum ChatGPT. Hann telur að henni megi nú stjórna með virðingaríku tengsla uppeldi, svokölluðu gentle parenting og eftir að hjálpa henni að vinna úr óuppgerðum tilfinningum síðan í bankahruninu. Kona á 60-aldri þurfti aðhlynningu sjúkraflutningamanna í gærkvöldi eftir að hún uppgötaði að feminismi snýst ekki að konur fái meira en karlar, heldur að þær séu líka manneskjur. Líðan hennar eftir atvikum og þá að veðri. Gul viðvörun í gildi fyrir láglaunasvæði víða land, búa smá við rigningu, mótbárum og kerfisbundinni rotnun. Í Garðabæ verður léttskýja, stöðuleiki og hægt suðaustlegt peningaflæði. Vegna viðvarandi þrýstings neðar í þjóðfélaginu fólki ráðlagt að halda sig til hlés, drekka vatn og forðast von. Þetta voru Fokkfréttir kvöldsins. Hvað heitir frænka þín?